Í dag 10. desember, alþjóðlegi mannréttindadagurinn og að því tilefni eru komnir hérna mjög góðir gestir að Rauða borðinu. Það eru eiginlega fulltrúar Íslandsdeildar Amnesty International, Árni Kristjánsson, ungliða og aðgerðastjóri, Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty og Edda Sól Artúrsdóttir, formaður háskólahreyfingar Amnesty og aðgerðasinni. Og þú ert líka í norrænu ungliða ráðinu eða hvað? Já. Sem norrænt ungliða ráð Amnesty International. Já. Því að ungt fólk mjög virt í Amnesty International, það ekki? Jú, það stór hluti af aðgerðastarfinu og að líka bara byggja upp, fyrir framtíðar aðgerðastarf. Aðgerðastarf. Og þið viljið ekki meina að þið séu terroristar eða svoleiðis, þeir ekki þannig aðgerða sinnar? Nei, Amnesty mjög skipulagt og með mjög skýrar svona reglur og viðhorf með hvernig á að sinna aðgerðastarfi, en það mjög góð vettvangur til þess að bara kynnast aðgerðastarfi og læra á það og síðan fara hver sem annar sem að vill fara, sem að kannski endurspillar sin eigin sýn best. Nú þetta þetta eiginlega magnaðist í svona, aðgerðar eða þrýsti hópur eða svona samtök bara í heiminum á mannréttindasviðinu og ég meina það alveg eiginlega vita mál að aðgerðir Amnesty International skila miklum árangri og það sem ég veist alltaf fallegt, það alltaf eiginlega miðað við einstaklingin. Það ekki svona þrýsti hópur bara til stjórnvalda og bara verið að höfða til stóru heildana, heldur einhvern veginn alltaf þessi byggist upp á þessum bréfaskiptum til einstaklingana, láta þá sem eru í fangelsi, samviskufanga, það ekki, láta vita af að það fylgst með, að það verið að veita aðhald. Og nú sem sagt Íslandsdeildin á 50 ára afmæli í ár. Og þeir eru að sýna bíómynd og hvað gerir það þessum í þessu tilefni? Já, það búið að vera ansi margt í gangi, einmitt. En já, þessi bíómynd þessi heimildamynd, hún svona bæði að fagna þessu 50. starfsári sem búið að vera annarsamt með skrúðgöngum og málþingi og fengum aðal framkvæmdastjóra samtakana í heimsókn og svo framvegis, en líka líta aftur og bara fagna því svolítið að fyrir 50 árum hafi unghjón ákveðið að stofna þessi samtök á Íslandi, Íslandsdeild og að því hafi verið haldið til streitu í öllu þessi ára. Þetta náttúrulega ekki mannréttindahreyfing sem kannski fellur inn í ákveðna flokkapólitík, þannig að það á einstaklega lítið heima á Íslandi, það svo margt sem fer í aðra hvora áttina og þessi svona í raun bara kannski skrýta orða þannig, þessi auðmjúka barátta að berjast bara fyrir mannréttindum. Það eiginlega svona, það það sem þessi myndin að fanga og allt fólki sem bakvið einhvern veginn. Þannig það svona, já, það myndin. Og þegar við vorum að hugsa hvað viljum við gera, það var þá í fyrra, hvað ætlum við að gera til þess að fagna 50 ára starfsafmæli Íslandsdeildarinnar og við sátum þarna á skrifstofunni nokkur og veltum ýmsum möguleikum fyrir okkur og við vorum öll sammála á stjórninu að heimildamynd væri rétt að svari við því til þess að ná líka að fanga allar þessi fjársjóði og þessi litlu gullmúla sem leynast bæði heima hjá fólki í formi ljósmynda en líka inni á heimildasafni RÚV, taka þetta allt saman og ná að búa til heildstæða mynd sem sýnir bara frá stofnun Íslandsdeildarinnar í Norræna húsinu 15. september 1974 og þar til að bara við fögnuðum 50 ára afmælinu, það kemur með í heimildamyndina. Ég segir bara, hver gerði þessa mynd? Ég meina þetta lítur rosalega vinna. Þetta frábært teymi hjá Krummafilms, Hrafnhildur og Halla og Úlfhildur og allt þetta teymi sem að stendur bak við myndina, það hefur verið ég held að við mættu á alla viðburði sem við stóðum fyrir frá því að það var ákveð að þær myndu gera myndina og tóku þátt í einu öllu sem við gerðum held ég bara. Já, algjörlega. Og þess vegna það var líka mjög svona
skrítið fyrir okkur sem náttúrulega Amnesty líka ákveðin svona skjöldur. Þú getur unnið að mannréttindum svolítið í krafti Amnesty, en að vera alltaf með myndavél á þér að gera það sama, að það verður maður svolítið svona, það tekið upp til dæmis atrið þar sem ég að skrifa e-mail, maður verður svona mjög sjálfsmeðvitað á meðan þannig að það var líka svolítið svona, en við vildum opna einhvern veginn, opna dyrnar og sýna fólki líka að þetta miklu meira en bara kannski einn fjöldapóstur sem fólk fær reglulega og og það alltaf sko án fólksins þá þetta í raun ekki til. Nei, ég held að það skýnir svolítið í ljós í myndir, við vonum auðvitað að fólk horfa hana, það verið að frumsýna í dag í Bíóparadís og svo á RÚV klukkan 8:55, þannig að fólk getur bara leið og að hlusta á okkur, þá getur að opna fyrir RÚV og horta myndina. Og líka textu þar? Já, þannig að það sem skín bara í gegn frá fyrstu dögum deildarinnar þetta einstaklingsframtakið og hvaða skiptir máli að fólk leggi baráttunni lið og þá verður þessi fjöldakraftur og hvernig krafturinn margfaldast langt umfram fjölda fólksins og þannig getum við haft áhrif og breytt heiminum og breytt lögum framkvæmd og við höfum bara því miður orðið vitni að því í sko ekki síðustu ár en bara í gegnum þessa áratugi hvað víða pottur brotinn og hvað yfirvöld víða heim og koma fram að mikilli hörku og grimmd og fremja grafalvarleg mannréttindabrot á sínum borgurum og þetta ekkert bara í löndum sem eru langt í burtu. Nei. Við þurfum ekkert að fara lengra en til Evrópulanda, það er verið að skerða tjáningarfrelsi, það eru Bandaríkin með dauðarefsingar og Hvíta-Russland og Svo náttúrulega Ísland. Og svo það Ísland, já. En er það ekki einhvern veginn í regluverkinu eða þannig, hvernig þetta sett að sko Amnesty-deildirnar í hverju landi beita ekki með mikið þrýsting á sín eigin stjórnvöld? Var ekki einhver svoleiðis regla, hún ennþá í gangi? Það hefur breyst með árunum. Það var alltaf að tala við tökum ekki upp mál í eigin landi. Það var svona skýra reglan. Síðastliðin ár hefur það breyst að því marki að deildir í hverju landi fyrir sig þekkja sitt landslag og sitt umhverfi hvað best. Þannig að þetta ekki svona eins afmarkað eða stíft eins og var og Íslandsdeildin hefur látið framkvæma 2 rannsóknir hér á landi, annars vegar varðandi réttindi hinsegin fólks og transfólks í heilbrigðiskerfinu og svo réttindi fanga í gæsluvarðhaldi og hvernig beitingu einangrunarvistar notað á fanga í gæsluvarðhaldi hérlendis. Þannig að þá notum við okkar slagkraft til að þrýsta á stjórnvöld hér í landi. En það miðað við að meiri hluti mála sem við tökum upp sé einmitt þá málefni sem að gerast annar staðar. Já. Og það ekki svona fyrir þá sem ekki, náttúrulega flestir þekkja nú vel til Amnesty International og þetta svona, það eiginlega mjög mikill sýnileiki hefur verið síðustu árin finnst mér þegar að menn fá 12 posta og líka þessi SMS sem eru dálítið skemmtileg, eða skemmtileg, þau eru náttúrulega svolítið hræðileg, en það er svolítið magnað að fá þau, sko, sem sagt að þá maður að senda áskorun bara með SMS-i. Einmitt. Og þá fær maður bara einhverjar pínu í nokkrum línum sögu einhvers einstaklings sem hefur verið að berjast fyrir einhverju og hefur verið fangelsaður. Einmitt, maður kannski stattur í miðju fermingabóði, fær allt í einu SMS bara það er verið að pynta kínverskan samviskufanga og maður það að bregðast við því. Það einhvers að mér finnst það sem ég finnst áhugavert að maður einhvern veginn tengist alveg strax allt í einu við heiminn sko, í gegnum þessi litlu SMS. En upphaflega þetta bréfaskipti, það ekki? Upphaflega gengur þetta út á það að þeir sem hafa verið fangilsaðir, sem eru samviskufangar, það ekki fangilsaðir þeir eru fangilsaðir fyrir skoðanir sínar, trú, fyrir einhverja tjáningu eða það ekki lagalegu grundvellir í rauninni fyrir þeirra fangilsun og við tölum með samviskufanga oft áður fyrir að tala pólitíska fanga en þetta eru í rauninni þeir sem eru fangilsaðir fyrir skoðanir sínar og trú og þeirra eigin samvisku í rauninni en það sem ég held að við höfum alltaf fæst í
þessa tækni átt og frá því að fólk settist niður í hópum og þetta kemur allt rosalega vel fram í heimildamyndin okkar en hvernig fólk settist niður og skrifaði bréf, handskrifaði bréf til þess að þrýsta á yfirvöld að þá hefur þetta fæst í það og líka það að fólk önnum kafið og þetta tekur styttri tíma heldur en að mæta ykkur staðar og skrifa þannig að það annarkvort tölvupóstarnir eða fara heimasíðun okkar eða SMS-in þannig að það eru margar leiðir til að taka þátt í þessu aðgerðastarfi en Árni náttúrulega með það á sínum höndum hvað er hægt að gera og náttúrulega að þú ert að nefna þetta með bréfið sko, að eins og í þitt nafn Bjargar lífi sem hétt einu sinni bréf til Bjargar lífi og einu sinni bréfamarathon og var þá að vísa í sko, kannski uppruna þeirrar herferðar sem var bara hópur pólskra ungmenna sem komu saman á bókasafni fyrir 2001 minnum mig og bara skrifuðu bréf í einni bunu bara eins lengi að þau gátu til þess að þrýsta á yfirvöld í mismunandi löndum út af mitt samviskufangum og þolendum mannréttindabrota sem verður síðan að svona herferð sem allan heim og þessi stærsti mannréttindaviðburður í heimi minn þáttur í því til dæmis að fara í eins marga framhaldsskóla og ég mögulega get yfir þessa svona mánuði nóvember og desember og bara halda fræðslur, segja frá þessum einstaklingum sem við að safna undirskriftir fyrir hverju ári, við að safna fyrir 9 einstaklinga eða hópa í ár og vanlega 10 en það bara leystist eitt málið í ár sem það er frábært og en þannig að þá er ég að segja frá þessum þolendum mannréttindabrota og reyna að bara að planta þessu fræi í sem flestar skólastofur að þú sem einstaklingur þú getur haft áhrif á einhvern veginn vegferð annarra mannesku sem að þola mannréttindabrot sem þú veist brot á mannréttindum sem við eigum öll og þar leiðandi ættum í raun öll að bera ábyrgð á eða getum haft þessi áhrif á fólki í kringum okkur. Það gerir líka verkum að maður þekkir sín eigin mannréttindi betur að þeir beita sig fyrir mannréttindum annarra. Ég man eftir einu mjög áhrifaríku fyrir mörgum árum þá var fangi sem hafði verið samviskufangi og hafði losnað vegna þrýstings Amnesty International og ferðaðist heiminn, hann hafði bara ákveða inn í fangilsinu sko, ef hann myndi losna að þá myndi hann sem sagt tala mikilvægi þessa starfs og það var svo magnaði heyran þá sannfærðist maður svo það hvað þetta skipti máli þegar hann var að segja en það sem mér minnir að hann sjálfur hafi líka fengið bréf sko frá félögum í Amnesty, ekki bara stjórnvöld og fangilsivöld, hann sjálfur og hann var að segja sko, hann var bara upplifað að hann væri bara algjörlega gleymdur bara einn í þessari og enginn vissi af honum hvað þetta hafi skipt sköpum fyrir hans geðheilsu líka og bara von. Þetta heyrum við mjög oft einmitt og það hefur oft talað hinn gleymda fanga einhver fangi sem að fáir veita af situr í fangilsi og einhvern veginn fáir að velta hans máli fyrir sínum að kannski hans nánustu og það að félagar Amnesty setjast niður og skrifi svona stuðningskveðjur sem við köllum það, stuðningsbréf getur verið nokkra setningar, getur verið lengri bréf og bara segja við vitum af þér, við hugsum til þín, við erum að berjast fyrir þér, þú ert einn af okkur og það skiptir gríðarlegu máli. Á þeim tíma þar til þá vonandi að málið hans leysist og viðkomandi leystur á haldi en þetta hefur sýnt sig og við heyrum það alltaf, fólk sem hefur komist úr fangelsi talar mikilvægi þess að finna það að fólk bara út allan heim veit af því. Og þá verður þetta mjög svona alþjóðlegt því það þú ert bara að fá þessna skemmtulega þessi SMS, það er svona áminning maður einmitt eins og segir í fermingavisluna en einhvern veginn bara áminning að maður til í stærra samhengi líka. En þetta, Sól, hvernig eiginlega svona eru þið að þróa aðgerðarnar af því að sko einu sinni var þetta svolítið svona að skrifa bréfin og koma saman með kindil eða svona en þið eru svona hugmyndarík er það ekki, það gera alls konar taka þátt í alls konar viðburðum svona? Já. Getur sagt okkur eitthvað svona frá, gefa okkur dæmi? Já, sko akkurat núna þetta svolítið mikil áhersla á aðgerðir og fleira því að það færa oft sterkari viðbrögð og færa athygli og til dæmis í starfi hérna hjá unglingaráðinu fórum við til Svíþjóðar og við hittum unglingaráð
heina Norðurlandina og við ræðum og við bara lærum málefnið og aðgerðastarf og plönuðum síðan viðburð í öllum Norðurlandunum og komum síðan hingað til Íslands og minn hópur planaði aðgerð fyrir Ísland og framkvæmdi það síðan og það hefur alveg fólk gengur fram hjá og sér þetta og stoppar við og svona, hvað í gangi hér? Hvernig var aðgerðin? Getur þú sagt í hverjum fólst bara stuttu máli? Sko, þessi tiltekna aðgerð var þannig að í nóvember 8. nóvember, ef ég man rétt þá stiltum við bara upp nokkur svona vörubrettum. Já, til þess að vera svolítið pallborð fyrir okkur og settum bara svona bara svona skjá á það og vörpuðum myndum frá Gaza og og fórum síðan bara ofan á þetta litla pallborð og töluðu Gaza og kölluðum eftir þetta var sameiginleg yfirlýsing og kall til aðgerðar til yfirvald okkar af því þetta var einmitt þegar ríkisstjórnin var fallin og vorum að fara að kosningum þannig að við stílum þetta þá á alla flokkana og tilvonandi forsætisráðherra að það þyrfti að gera eitthvað í þessum málum að það þyrfti að taka afstöðu og við ákveðum að taka þann vinkil að viðurkenna aðskilnaðarstefnur í Ísraelsríkis af því að það er ítrekað búin að kalla eftir vopnahlé, kalla eftir mannúðarhlé, mannúðaraðstoð en við ákveðum í þessu sameiginlegu svona ráðstefnu eiginlega milli Norðurlandana að réttast væri að beina að grunninum sem er það að þótt að það komi vopnahlé og þótt að átökin núna leyna aðeins þá er grundvallar staðan svo að Ísrael er að beita aðskilnaðarstefnu gegn Palestínu og ofbeldið sem er að gerast mun halda áfram að bara mun halda áfram svo lengi sem það eru með aðskilnaðarstefnu gegn Palestínubúum og af því að aðskilnaðarstefnan sjálf er bara ofbeldi þannig að við ákveðum að gera eitthvað sem er aðeins svona lengri tíma stefna sem að væri til dæmis að okkar yfirvöld viðurkenni að Ísraelsríki er að beita aðskilnaðarstefnu sem er auðvitað alvarlegur glæpur. Og kannski bara gott að nefna að þetta er í fyrsta sinn sem norrænu deildir Amnesty International eru með svona norrænt ungliðaráð þar sem aðgerðin sem er svona afurð þessa samstarfs því við höfum alltaf verið með svona norrænt svona þing þar sem allir hittast í einu landi, gera einhverja aðgerð þar og fara síðan heim en við vildum breyta þessu gefa ungu fólki meira kannski ákvörðunarvald þannig að það væri minna eins og einhvern veginn svona heimsókn sem það getur síðan bara pakkað inn og gleymt og þannig að við vorum náttúrulega þetta var ákveðin áhætta bara svona hvað unga fólk er að fara að taka við þessu og bara bera ábyrgð á samstarfinu halda uppi reglulegum fundum frá ágúst fram í nóvember búa til samfélagsmiðla efni saman alveg þvert yfir öll þessi lönd og þannig að það við tekist var bara, það var afrek út af fyrir sig en þá sem sagt var þessi norræni fundur, hann var þá aðstæðunar í Gaza og við fengum magnaða sérfræðinga til þess að tala við þetta unga fólk en svo var þeirra úrvinnsla, það var svolítið í þeirra höndum og þetta er náttúrulega vakið athygli, hlýtur að vera Já, þetta vakti alveg ykkur athygli sko en ég hefði nú viljað fá fleira fólk og kannski aðeins meiri athygli fjölmiðla við mitt plönum þetta með það í hug að bara einföld mótmæli myndi ekki fá það mikla athygli lengur af því það er búin að vera svo mikið og það er farið svona minkandi að vera að nefna það þannig að við vildum fá svolítið reyna að brjóta þessu upp á mynstrunum með aðgerð frekar en bara hefðbundnum mótmælum og svo bara aðgerð í kjölfari núna bara í, hvað var í gær? Já, 9. desember, já og það var þá í tengslu við útgáfu
hópmorðsskýrslunar. Já, því mér langar einmitt að spyrja ykkur það næst. Svo skýrsla hefur nú fengið svolítið umfjöllun en náttúrulega líklega alls ekki næga umfjöllun af því að þetta mjög svört skýrsla sem að Amnesty gefur út, það ekki? Jú, þetta greiðlega stór skýrsla, hún tæplega 300 blaðsíður og ég hugsa að þrátt fyrir mjög stíf ferli sem að hver einasta skýrsla Amnesty fyrir gegnum, það held ég að þessi skýrsla sé sú sem hefur farið í gegnum hvað mesta svona mestu yfirferðina innan húsbæði hjá Amnesty en svo líka leita til sérfræðinga utan við Amnesty, bara sérfræðinga í hópmorðum, sérfræðinga í stríðsglæpum, glæpum gegn mannúð til þess að fá álit bara fleiri heldur en bara starfsfólks Amnesty sem hefur unnið innan Amnesty heilengi og afurðin eins og segir, þetta svört skýrsla og þetta í fyrsta skipti aftur sem að Amnesty beitir þessari stefnu sem að hún hefur við getum beitt mismundi stefnum bara við mismundi tækifæri eða þegar við erum að skoða mismundi brot og þannig þetta í fyrsta skipti sem að Amnesty kemst að þeirri niðurstöðu að það verið að fremja hópmorð á Palestínubúum á Gaza og ég segi það bara hér aftur þó ég hef sagt annars staðar að við tölum hópmorð en ekki þjóðamorð og ástæðinir það að þannig það í íslenskum lögum talað hópmorð og hópmorð getur átt við fleiri hópa en þjóð. Þetta getur átt við trúarhópa, þjóðernishópa, kynþætti og það fram eftir göttunum. Þannig að það nú svona ástæðin. Þannig að Amnesty tala alltaf hópmorð og niðurstöðin svo að Ísrael bæði þá vísvitandi og með ásetningi að reyna að deyða og skaða íbúa Palestínu á Gaza og líka búa til lífsskilyrði sem eru bara ekki lífvænleg með því að eyðileggja innviði, eyðileggja spítala, sjúkrahús, alla heilbrigðisþjónustu, eyðileggja landbúnaðinn, hefta eldsneyti inn á svæði. Við þekkjum þetta, við erum búin að heyra þetta í fréttum núna því miður í rúmlega ár. En með því að skoða þetta allt saman heildrænt og skoða líka staðhæfingar sem að ísraelskir embættismenn og háttsett yfirvöld hafa sett fram að þá kemur í ljós að þeir vita hvað þeir eru að gera. Það ekki óvart að óbreyttir borgarar sé einhvern veginn að lenda í sprengjuregni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Amnesty rannsakaði bara ákveðin hóp loftárása og yfir svona afmarkað tímabil, 9 mánaða tímabil og þegar þetta allt saman skoðið í samhengi ásamt þessum yfirlýsingum hvað þau vilja sjá gert á svæðinu þá kemur það í ljós og svo ályktun dregin bara á nokkura efasemda að þetta gert af ásetningi. Við gátum nú eiginlega bara álykta svo án þess að vera gerð skýrsla, það að segja að það hefur verið svo eiginlega augljóst að þarna á sér stað Ég hef mynd heilt það frá mörgum. Hópmorð, þjóðmorð og allavega glæpur bara gegn mannkyninu og stríðglæpir. Já, ég hef mynd heilt þetta svolítið frá fólki sem ég hef hitt. Bara þið þurftu eiginlega ekkert að gefa út þessa skýrslu. Nei, þá ætla að segja ég trúi nú alveg á skýrslu, en ég bara ætla að segja það hvaða eiginlega afl hefur Amnesty gagnvart stjórnvöldum, gagnvart stjórnvöldum heimsins, því núna vitum við að það starf Amnesty skiptir einstaklingana stórkostlegu máli og sem sagt Amnesty nær með ótrúlegum hætti að hafa áhrif á stjórnvöld þannig að sem sagt þau verða að sleppa, þau bara sjá þau verða að sleppa þessum samviskuföngum einhvern veginn að því það fylgst með þeim sem svolítið magnað að Amnesty skuli hafa þetta verandi ekki pólitískt en hvers konar vald hafa þau í svona aðstæðum hafa beinlínis áhrif á stríðsglæpamenn eða svona ég held ég vera alveg svona sanngjarn þetta hefur Amnesty mismunandi áhrif á mismunandi ríki, á mismunandi leiðtoga og mismunandi landsvæði við höfum fundið fyrir því hér heima að yfirvöld hafa alla jafna teki skýrslur Amnesty mjög alvarlega bæði þær skýrslur sem við gerðum hér á landi en líka annars staðar frá
skýrslur Amnesty International hafa verið notuð fyrir alþjóðadómstólum. Þannig að þær eru hluti af sönnunargögnum því að rannsóknarvinnan sem fer í þessar skýrslur svo gríðarlega mikil og ítarleg og rýnd að þetta svona notuð sem gögn fyrir alþjóðadómstólum sem að getur þá leitt til þess að ákvarðanir eru teknar af dómstólum. Til dæmis aðskilnaða stefnu skýrslan 280 blaðsíðna löng sem kemur út 2022 og hún notuð í máli Suður-Afríku gegn Ísrael. Já, og við sjáum það þannig að Amnesty komi með þessa skýrslu, það partur af stærra þrýstiafli. Hvort sem að einstök ríki bregðist akkúrat við og segja bara út af þessari skýrslu ætlum við að gera eitthvað. Kannski erfitt að segja til það, en það hjálpar þá til, dropinn hólar steininn og það mjög áhugavert að sjá að í kjölfarið að útgáfu þessara skýrslu hópmorðið Ísrael og Palestínu að viðbrögð Ísraels voru það svolítið bara svona að hendun út af borðinu fannst segja Amnesty séu öfgasamtök og umkunnarverð og koma ekki með neitt efnisleg mótrök gegn þessari skýrslu en bara svona einhvern veginn vildu bara rúlinni fram á einhverjum kletti helst og Bandaríkin svona voru spurð út í það, eru þið sammála svörum Ísraels varðandi Amnesty International og þau tóku ekki undir. Þau sögðu, við getum ekki tekið undir það, en þau voru kannski ekki endilega sammála öllu sem kemur fram í skýrslunni, en maður fann það og það fannst mér svona pínulítið jákvætt ljós þarna að Bandaríkin tóku ekki undir þarna með sínum bandamönnum Ísraelsríki. Já, þannig að þetta áhrifamátturinn og áhrifavaldið mikið og finnst þér ekki svolítið merkilegt að þetta sem að þegar þú ert til dæmis í þessu undirbúið þessar aðgerð með í Norræna mannréttindaráðinu, Ungliðaráðinu finnst þér ekki þú eiginlega sjá þá bara hvernig pólitíkin einhvern veginn verður til eða svona svolítið bak við tjöldin, hvernig þetta hvað einhver þrýstingur skiptir máli eða Jú, að því að í því sem ég hef verið að gera þá þetta bara unglega fólk og bara ungmenni að koma saman og við fáum þarna séns á að nýta bara það sem að Amnesty hefur að bjóða fyrir okkur og fyrir það sem við viljum gera með þeirra svona leiðbeinslu og það einmitt áhugavert að sjá hvernig það hefur áhrif á hvað maður sér svolítið hvað þessi þrýstingur hefur áhrif og líka bara stundum hvernig hann hunsaður eftir málefni og eftir stjórnvaldi og fleira og fyrir mér þá sýnir þetta hvað mjög mikilvægt að skilja kerfið, skilja hvað hægt að gera til þess að veita þrýstingi gegn stjórnvaldi og einmitt svona stórt og virk samtök frábær staðis að gera það að því að maður hefur önnur samtök og maður hefur líka bara fólk að koma saman og segja eitthvað en það svolítið einfalt fyrir fólk að vísa því bara á bug og á meðan Amnesty hefur þessa stöðu, hefur myndað sér stöðu meðal bara virtustu svona hagsmunasamtaka heims og og það frábært hvað þið geta nota það fyrir einmitt svona málefni að reyna að standa bak við svona málefni og sína að þetta ekki bara öfgakennda skoðanir það eitthvað sem þetta byggir á sem að raunveruleiki Já, og mannréttindi eitthvað sem að það kennt í skólum bara hvað það yfir mannréttindi? Já. Það rosaleg framför í innleiðingu barnasáttmálans. Það bara með því þá sér maður bara alveg niður í grunnskóla að það allt öðruvísi þekking réttindi og reyndar að því ég líka með kennsluréttindi en ég var lengi að kenna í grunnskólum þá sá maður reyndar við innleiðingu barnasáttmálans þá hallaði smá að það var verið að kenna réttindi en vantaði kannski að kenna skildur þannig að öllum fannst þeir rosa mikið skilið en þyrfti ekki að leggja neitt á móti en mér finnst það líka verið að breytast mér finnst alltaf sjá einhvern veginn svona
ungt fólk í dag alltaf vera meira og meira svona meðvitað þeirra svona þátt í stóra samhenginu á sama tíma og þú veist eins og orðabók Merriam-Webster orð ársins hjá þeim í ár var polarization eða skautin og það náttúrulega eitt af því sem svona skýrslur hafa áhrif á bara að vega aðeins þyngra öðru megin bara í að orðræðan breytist eða þetta snúst ekki bara þessi rétt fyrir sér, þessi rangt fyrir sér og hins segi öfugt heldur að sé eitthvað meira bak við það annað en bara fyrirsagnir og 10 sekúndna myndbönd eða svoleiðis þannig að gefa hlutum meiri vikt að það eitt af því sem hefur svo mikil áhrif á skoðanamyndun ungs fólks það það að það ekki það allt lagt að jöfnu og svo bara það sem ratar mest í símaðin það sem ræður Þannig að mannréttindi eitthvað sem eiginlega fer þvert á polariseringuna eða þvert á einmitt flokka verður eitthvað svona gildi sem að það er það sem maður vonar að mannréttindafræðsla komi inn svolítið bara sem þessi rödd sem ekki að taka afstöðu með á móti einhverjum trú eða einhverjum pólitískum flokkum eða hvaða annað sem svona til umræði í samfélaginu heldur bara mannréttindi sem við fæðumst öll með það er búið að samþykja þau hver þau eru og það sé hægt svolítið bara að fjalla það út frá þeim grunni ekki hvort að við höfum trú á einhverju hagkerfi að ég vera svona eða hinsegin eða eitthvað þannig en að við getum öll búið við þessi sömu réttindi. En mér langaði líka bara að grípa varðandi svona fræðslu og mannréttindafræðslu í skólum. Þú veist, við náttúrulega hjá Amnesty förum inn í skólana með fræðslu og eru með rosa mikið efni á okkar vefsíðu sem að kennarar og skólar geta nýtt sér, bara svona verkefnakistu sem að hægt að leita í og það sem kennarar geta notað og búið til mannréttinda verkefni á nánast öllum skólastigum, kannski ekki alveg niður í leikskóla en svona, en þannig að það er eitthvað svona sem að við höfum unnið mjög hörðum höndum að bæði að við leitum eftir svona samstarfi við skólana en þeir koma líka til okkar og við förum út á land með fræðslur og við erum að láta til okkar taka við það og ég held að það sé bara algjörlega grunnurinn og sama hvort að auðvitað finnst okkur frábært og best þegar fólk kemur til okkar aðeins og stoppar hjá okkur þegar það er ungt og tekur þátt í unglingahreyfingunni og aðgerðastarfinu en við vitum síðan að fólk eldist og kannski dettur út og fer í eitthvað annað allavega ekki lengur ungliðar en það sem að skiptir okkur í rauninni mestumáli er að fólk sem að hefur fengið fræðslu hjá okkur eða farið gegnum ungliðastarfið svo fer það út í samfélagið í sínar vinnur eða út í heim og eru einhvers konar fulltrúar mannréttinda af því að þið hafa fengið þessa fræðslu og þið hafa þessa þekkingu og geta þá svona aðeins skilað á milli kannski svona eitthvað svona orðagjálfur í samfélaginu og versus síðan hvað er verið að tala þegar við tölum alvöru bara mannréttindi sem við búum allir eigum allir. Þetta með vinnubrögðin að þú veist, mér finnst svo flott það sem ungliðastjórinn í Sviss sagði reglulega á svona erlendum fundum en hún sagði Amnesty áenga ungliða og áenga aktivista. Þetta staðið þess að fólk getur komið og tekið þátt í einhverjum aktivisma og mögulega haft áhrif á það að einbeita sér að skilaboðunum sé byggð á raunverulegum rökum að því fylgi ákveðin strategía til þess að ná fram einhverjum raunhæfum breytingum og það allt eitthvað ferli sem þú getur tamið þér og síðan gert allt mögulegt annað og vonandi haft mannréttindi eitthvað staðar í bakhöndinni eða eitthvað staðar í huganum en þannig að þú veist og mér finnst aktivismi alls ekki eitthvað eiga sér einhvern endapunkt við 25 ára þegar ég vinn með 15 til 25 ára en í mörgum deildum annars þar er alveg svona vandamál hvernig yngjum við upp í gömlu aðgerðarsinna hópunum okkar. Ég kalla eftir reiðum eldri borgurum til dæmis. Mér langar að fá þetta fólk inn í hópa og vera með eldri aðgerðarsinna og erlenda aðgerðarsinna
og þessi málefnaflokka algjörlega. Þetta vettfangur fyrir bara alla þá sem að láta sig mannréttindi varða og sem sagt mannréttindi á Íslandi og mannréttindi út allan heim bara yfir höfuð. Algjörlega. Og það náttúrulega mannréttindabrot á Íslandi því miður kannski það nú verið ýmsar skýrslur, svartar skýrslur svo sem að eins og hjá Vörðu rannsóknarstofnun vinnumarkaðarinn sem hafa sýnt einmitt svolítið slæm mannréttindabrot á erlendu vinnufólki og svona það er örugglega hægt að það er ýmis verkefni það ekki. Það er því miður alveg óþrjótandi. Og það sem náttúrulega málið að sko varðandi til dæmis það þó að Amnesty hér á Íslandi hafi ekkert skoðað þetta akkurat sérstaklega en þessi skipti máli að ríkið hafi þá tæki og tól til að sinna því eftirliti sem að það þarf að geta gert til þess að grípa inn í þannig að fyrirtæki sem að eru að brjóta vinnurétti fólks að þau verður þá látin sæta ábyrgð að það sé ekki eitthvað hægt að ganga þannig fram í því að fá fólk hingað til lands sem þekkir ekki réttindin sín og borga þeim allt og látt þannig að það er svona eftirlit ríkisins og eftirlit skylda ríkisins sem kemur þarna inn og þurfti að tryggja að sé til staðar. En þeir náttúrulega ekki sko öflug, þeir eru ekkert einhver heill her þótt þeir vinnið og það eru margir sjálfboðaliðar einmitt en við getum alveg auglýst að þetta er ekki svona markaðsfyrirbæri það ykkar fjáröflun hún ekki svona mest í gegnum sokkakaup? Nei, hún bara einstaklingar í rauninni sem að greiða til okkar mánaðarlega, einhverja litlar upphæðir en reglulega svo fáum við líka gegnum SMS-ið því það er bæði aðgerðanett en líka fjáröflun í hvers skipti sem að við sendum út SMS og svo er einhver svona ein stök færsla sem við fáum og svo það sokkarnir sem við erum að selja náttúrulega á vefsíðin okkar amnesty.is, frábæri sokkar hannaðir af svona hönnunarteymi sem heitir Flétta mjög flotti sokkar og bara frábæri jólapakkan mjög falleg og en við erum eins og erum við sko 7 starfsmenn á skrifstofunni og svo eru þetta unglegarnir og aðgerðahópurinn og svo það 7 manna stjórn sem að sinni sínum störfum í sjálfboðastarfi þannig að Er þetta síðasta bíómyndin sem verður frumsýna í Bíóparadís og hvað heitir bíómyndin? Vonarljós og sýnd núna bara rétt bara í Bíóparadís núna og bara RÚV líka og RÚV allir að horfa og fara síðan, hún verður sýnd áfram í Bíóparadís það er bara ein sýning í Bíóparadís en hún verður á Sarpinum á RÚV En sko, er þar með svona þessu ammælisári 50 ára ammæli Íslandsdeildar Amnesty International er það hátíðarhöldunum lokið? Já, ég held að hátíðarhöldunum sé lokið en við höldum alltaf áfram að fagna sko sigrónum í mannréttindabaráttunni og bara af því að við höfum minna tækifæri þá vil ég líka aðeins fá að ræða ef ég má, ef við höfum tíma í það að ræða herferðinu, koma aðeins inn á hann aftur. Og hvað herferð er í gangi núna? Já, þessi þittna bjarga lífi sem að Árni koma aðeins inn á að það skiptir bara máli að fara inn á síðun okkar amnesty.is þá bara lendir fólk á svona forsíðu og það sem hægt að kynna sér málin og skrifa undir því öll með nánast engri fyrirhöfn og við komum síðan undirskriftunum til skila til viðkomandi ríkis en það er hægt að lesa málin og kynna sér þau brot sem að eiga sér stað og við erum að taka fyrir núna að því að það skiptir máli það er ekki bara þetta er ekki bara eitthvað svona tala á blaði að við ætlum bara að geta stert okkur af því hvað við náum mörgum undirskriftum heldur þetta er allt saman sent á yfirvöld og hefur áhrif það er bara sannað mál það er líka reitur fyrir stuðningskveðju að þú vilt skrifa til einhverju sérstaklega það er ansið sniðugt að geta taka smá tíma kannski það þegar maður hefur heyrt fara á föngum að það skiptir máli en það var boðið upp á svona þjónustu að maður gæti fengið eins og verið í áskrift eða þannig að maður fekk málefna pakkana og skrifa undir marga í einu, var það ekki svona að maður fekk að senda eitthvað svolítið? Sko annars vegar er það herferðin bara sem er núna á netinu, þittna bjarga lífi sem auðveldast að skrifa þar undir og þá er það hægt að gera skrifundur öll málin en svo er það líka netákvöldið okkar og þá fær viðkomandi 23 svona ákvöldi í tölvupósti, það kostar ekki neitt og þá maður er búin að trassa skrifundir, það getur maður að skrifa undir öll málin, þetta er allt á netinu í rauninni sko Og svo er það náttúrulega ljósa, það var svo flott þegar þið voru einhvern veginn með að varpa nöfnum, var það ekki? Já, ljóseinsetningin. Á Hallgrímskirkju. Þú fara með allt úr heim. Og
þá mér var það svo fallið, þá setti maður nöfnin sín inn og barnana og þá komu þau upp sko, og finna bara börnum fast merkild að sjá nafnið sitt, birtast allt í einu, kannski smá röð, þá hugsaði maður sér einhvern veginn, þá hlýtur þetta að vera hvert nafn, einhvern veginn, hvert nafn skiptir máli. Þetta mjög tákrænt og fallegt. Bjargar lífi, og það var meira sér þannig að sko, það var svona logandi kerti, var það ekki, þetta er náttúrulega aðra en ég byrja að vinna, en hérna var svona logandi kerti og ef það var ekkert nafn að bætast við þá bara byrja að slokna á kertinu. Þetta er sko tvennskor, annars verður listu við Hallgrímskirkju og svo vorum við með í Hörpunni svona þessi nöfn og við hefum náttúrulega mjög oft verið með svona stórar aðgerðir eða viðburði til þess að vekja athygli á herferðinni. Núna í ár er hún svona aðeins minna í sniðum þannig, sko, við erum bara meira að hugsa samfélagsmiðla og komin að því gera eina bíómynd Já, ég segi það, það er svolítið mikið að skella í heila bíómynd. Eru þið með einhverja fleiri aðgerðir? Ungliðarnir svona í bígerð? Sko ekki akkurat núna að plana fyrir restin af árinu, sko. Nei. Kemur smá svona pása og síðan byrja næsta ár með smelli. Þannig að starf Amnesty heldur áfram, kannski vonandi næstu 50 árin og bara, svo lengi sem að mannréttindi eru fótum tróðin í þessum heimi, þá þarf að veita aðhald og vera vakandi. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma til okkar hérna Rauðaborðinu og spjalla og ég óska ykkur til hamingju með afmælið og til hamingju með daginn, því það er alþjóðlegi mannréttindadagurinn eins og ég sagði. Og þið eruð öll starfandi hjá Íslandsdeild Amnesty International, Árni Kristjánsson, ungliða og aðgerðastjóri, Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri og Edda Sól Artúrsdóttir, formaður háskólahreyfingar Amnesty. Kæra þakki fyrir að koma og heyrum vonandi bara bendum hlustundum og áhorfendum á að fara inn á amnesty.is og vera og munda undirskriftirnar, skrifa nafnið sitt undir mannréttindayfirlýsingu. Takk og við höldum áfram eftir smá stund hérna við Rauðaborðið, ekki fara langt, tökum frímínútur. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.